Hér ég með topplistabú sem ég ætla að gera afleggjar af og það á 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 römmum eða listum en ég svindlaði og bjóð til ramma úr þessu svo ég geti slengt á en topplistabúið það hefur eiginlega aldrei gefið af sér hunang. Aftur á móti hef ég pröfað að setja þessi ár sem ég verið með það. Ég hef pröfað að setja aftur á móti drottningagrind hérna ofan á smá rifu sem ég með og hunangskassa þar ofan á og þær hafa nú safnað aðeins en aldrei að neinu viti. En nú ætla ég aðalega að skipta þessu búi til þess að láta að draga upp fullt af drottningahólfum sem ég ætla þá að nota og það nú sýnilega hérna skora þarna eða rífa sem að þeir komast í gegnum þannig ég þarf nú að kíkja eins á það og setja bara svamp á milli eitthvað þess áttar. Nú ég hérna með þessi líka ótrúlegu sniðu uppbyggingu að já að geta tekið upp botnin ef ég finn nú hnífið minn og nei, það ætla ekki að koma upp svona aðeins sjá, getum við nýtt þetta nei þá skulum við sjá hvort að við getum losað þetta eitthvað aðeins og þetta ætla ég að nota til þess að geta hreinsa botnin til þetta þannig að þetta svona til þess að hreinsa botnin hana og já, ég nú bara máttur með ryksu eða eitthvað fínt þannig sjáu hvernig þetta hérna það alltaf lægi, hérna einangrun undir eins og þið sjáuð en þetta sem sagt bú frá því í fyrra hérna megin og mitt öflugasta og stærsta bú og búið að standa úti í allan vetur en búið sem var hérna rokveturinn mikla þegar 50% af öllum búum á Íslandi dó og það drafst var eitt af þessum drafst þannig að setjum við þetta hérna niður svona skoðum þetta aðeins hérna svona komið nú þá reykjum við og ég með gat hérna í þessari hurð eða loki hérna eða það loftar í gegnum búið allan veturinn kannski það sé það sem að hefur gert þetta svona gott en ég er með flugop hérna sem ég læta þetta nýja bú afleggjar að hafa og loka á milli þessara tveggja búa náttúrulega við skulum sjá hefði mátt vera svolítið þéttara hjá mér og hér fullt af dröndum eins og svona oft vill vera á enda römmum og það nú bæði nýtt og gamalt fóður í þessum ramma sé ég og það sama hérna nýtt og gamalt fóður og ég með flugop hérna líka þannig ég gæti í raun og veru búið til þriðja búið en svo eru flugopin hérna að framaverðu þá skulum við sjá hérna og þetta þá svona topplista rammi en ekki bara hérna topplisti þetta virðist nú bara vera ágætis rammi fyrir svona af því að hér fullt af unguði sem svona við það að fara að krjúpa út myndi ég telja þannig ég ætla
nota þennan ramma í nýja afleggjaran. En ég vil náttúrulega finna drottninguna og vera með hana á hreinu hvar hún er. Ég set hana aðeins hérna fyrir aftan. Og hérna kemur annar rammi. En ég þarf náttúrulega að hafa ramma sem eða vaxköku sem er fullt af eggjum í, sko. Og helst svona út á köntunum. Og helst vaxköku, ekki ramma. Helst bara topplista, ekki topplista ramma. Eigin uppfinning. Þannig farið þið frá, stelpur. En hérna sé ég einu svona köku sem er bara sem sagt topplisti, ekki rammi. Og skulum við sjá hvort það sé heppilegt. Heppilegt hérna í þessum. Þetta er í sjálfsög góður rammi, en það er spurning hvort það sé nú eggjum í honum. Þannig að listi segi ég, vaxkaka. Og ég vil náttúrulega hafa þá eggin alveg hérna út á kanti. Þannig að þá get ég notað drottningahólfin til þess að búa til eðlunarbú jafnvel. Það vantar aðeins í þetta að það sé heppilegt. Það er ekki alveg akkurat það sem ég hefði viljað. En við gefumst ekkert upp. Það er náttúrulega sem er óheppilegt við kökurnar sem ekki eru rammar að maður getur ekki snúið þeim svona eins og römmunum. Og við myndum halda svona köku á þennan hátt, það myndum brotna af bara listanum. Þannig að það er svona viss tækni við það. Við erum ekki ennþá búin að finna drottninguna, en sko ég held nefnilega að þetta bú sé það stórt að það er svona viss hætta á því að það fær að taka upp á því að byggja drottningahól til þess að fara að sverma. Ég vil vera á undan þeim. Ég vil vera á undan þeim sem sagt. Hér er einn rammi sem er heppilegur því að hann er með fullt af eggjum á þessum hérna kanti. Þannig að hann geti nú gefið af sisvonandi slatta af drottningahólfum sem ég vil að hún geri þessi. Ég ætla að nota hann. En ég er ekki ennþá búin að finna drottninguna, þannig að það var engin ákvörðun tekin fyrir henni að svo verður. Við sjá, ég man ekki alveg hvert ég var komin hérna. Já, ég get nú bara að byrja á því að setja þennan. Þannig ég setja þennan hérna bara hér. Þannig að þetta er öruggur rammi í nýja búið. Við sjá hérna. Og þetta var bara fóður og lítið í honum líka. Og þetta var líka bara fóður og lítið í honum. Þannig að þessir kom ekki til greina. Og hér var hellinga fóðri. Nei, unguði segi en ekki tilbúnu þannig til þess að fara að skipta því hér. Ekki alveg sáttu við þennan ramma. Það myndir svo kalla.
Nei, ég er ekki alveg sáttur við þetta hérna. Hvar var ég eiginlega? Jæja, við höldum áfram að finna þetta út úr þessum. Sjá. Ég ætla að hafa þessa köku hérna í. Ég ætla að hafa þessa hérna köku með hinni. Og við sjá, farið frá stelpur og svo náttúrulega þétta vel hérna. Já, þannig að þessar tvær verða hérna í það minnsta. Og hvernig var þessi? Já, hér er bæði fóður og einhvað smá af ungviði. Og ég bara geti trúað því að þetta yrði nóg í þetta bú, svona 3 svona ungviðarammar. Held ég, maður veit aldrei, við erum búin að skoða allt sko. Þannig ég ætla bara að flytja þessa hérna svona aðeins til. Þá kemur þessi hérna bara. En ég er ekki ennþá búin að finna drottninguna. Þannig að annars er ég að fara í gegnum þetta allt aftur. Og þetta er svona hérna kaka. Og það eru auðveldar að skera, hérna er drottningin, hér er hún, hjá hana. Og það eru auðveldar að skera úr svona köku drottningahólfin en úr rammanum. Ég ætla að hafa hana bara hérna. Og hér setti ég til þeirra ramma fyrir nokkur síðan sem þær áttu að byggja í. Já, nú gengur mjög hægt. En ég seti þetta bara semst að svona til þeirra. Þeir fá að hafa þetta að dunda sig við þetta áfram. Það er nú svona hvernig ég reikna með þeirri. Það eru fljótar að stelpunar. En það er bara svona líka til. En drottningin er þarna. Pössum hana. Og það sem er vandamál oft við þessar topplistabú, þær byggja kökurnar fastar í. En þetta bú, þessi drottning, að þær er ekki að gera það. Ég lenti því áður sko, bara við vesenni. Þannig að já, það fá þessa líka. Þannig að 4 ramma hérna. Og svo þarf ég að kíkja sem sagt eftir 7-8 daga til þess eins að skera burtu drottningahólf. Ekki seinna því þær eru ótrúlega fljótar að eyðileggja síðan drottningahólfin eða vil ekki hafa fleiri. En ég ætla að stefna á það sem sagt að reyna að búa til drottningar bara þennan hátt til dæmis og svo eðluna bú. Þannig þarf ég að losa henni aðeins frá sýnist mér. Já, það er smá viðbygging. Þetta er ágætis rammi í sjálfu sér, en ég ætla ekki að taka fleiri. Ekki að taka fleiri. Ég þyrfti að fá eitt góðan fóðurramma og ég þyrfti að fá aðeins meira flugum í afleggjaran. Og ég get náttúrulega að hrista að þessum römmum. Hérna er heldur mikið að drundum. Kannski óþarfi. Og já, kannski gerum það bara. Eða busta það bara frekar, skulum sjá. Já, ég set hann hérna lausan bara hérna, þannig ég veit hvað ég ætla að gera með hann. Nú hérna er eitt svona rammi
eða listi sem ég setti til þeirra. Það eru konum með svolítið lengra með hann. En hún er nú ekki farin að verpa í hann. Það er ekki að sé. Jú, hún er vist farin að verpa í hann. Það er nú ekkert mikið fóður í þessu búi. Hérna er fullt af drundum eins og þið sjáu. Og það segir manni líka aðeins svona að það gæti verið að fara að koma svermtilhneiging hjá þessu búi. Og ennþá meira drundum og þeir mega vera og eiga vera og vilja vera. Þannig að þetta er allt í lagi hérna. Þannig að nú göngum við frá þessu hérna búi aftur og við sjáum þetta hérna. Það er mikið að drundum á þessu hérna til að segja. Já, ég segi það ekki. Ég ætla að taka þennan og leggja hann hérna aðeins til hliðar. Og hann var hér til að byrja með. Og aðeins bara að fara hérna yfir þetta. Hanna. Og setjum hann aftur á sama stað og þessi var hérna. Og já, hvað er þetta að flækjast fyrir, stelpa? Hérna, ferðu hérna. Hérna, og drottningin var hérna einhver staðar. Síðast ég vissi. Það er best að vera með það á hreinu. Og sé hérna þá. Jájú, hún er hér. Hún er hérna, þannig að ég er sáttur við það. Nú getur farið að hrista aðeins flugur. Þess að flýta þetta hérna. Til þess að geta hrist í nýja búið. Og þá er best að ég seti upp lúu og loku. Og hún er þá hérna, en hér hafa það sko í fyrra eða hitti fyrra eða hvernig það var kýttað verulega fyrir, en ég ætla að setja þessa hérna og svo ætla ég að passa mig á því að það sé nógu þétt þarna til þess að það sé nú ekki að ganga á milli. Ég ætla að setja eitt hérna ramma sem ég á hérna inni, svona sem er hálf tómur, hér út í endan, en við tökum þennan bara hérna og látum hann bara detta svona. Þannig að þessi fyrir hér á sinn stað aftur. Nú að hitamælinn í á allar græjur. Þannig. Og svampurinn þar í. Og svampar eru til margs góðs brúks. Það vantar ekki. Hanna. Og þetta var þessi loka hérna sem ég ætlaði að hafa. Það var mikið af nektar í þessum ramma. Nú sama hérna. Ég ætla að láta þennan detta svona líka. Þess að þeir fá nú svolítið af býflugum fyrir. Þannig að þetta ætla ég að láta duga. Þetta ætla ég að láta duga fyrir þær í þennan afleggjara. Hvað var það býflugur í það minnsta? Þannig að ferði frá stelpur. Lokum við hérna.
Þannig. Og þessi. Nú, það er lúan hérna sem ég ætla að setja í. Hún er hérna með smá frjókornarestum sem ég var að gefa þeim, reyna að gefa þeim. Og við lokum þessu bara hérna. Og ég er þá sýnilega að setja svamp hérna meðfram til þess að það fara nú ekki á milli. Skulum við sjá. Geri þá eftir. Já, svo er ég með hérna svona ofboðslega sniðugt sem ég var að smíða með hérna daginn. Þannig að þetta er svona fóðrunar rammi fyrir akkurat svona topplistabú. Nú, við ætlum nú að nýta þessar hérna allar í þetta bú. Verið þið slakar, stelpur. Vera hérna. Þannig. Nú slattaði þeim flýgur náttúrulega heim og út og burtu og það er bara svoleiðis með þetta. Þannig. Og setji þennan ramma hérna niður sem ég svo kalla og við setjum hann bara hérna upp að og þá skríða það hérna inn í sem sagt og þar er ég með frjódeg fyrst og fremst. Þannig sjá. Hérna. Og svo hérna. Og svo lokum við þessum. Þannig. Þannig sjá. Nú er því að vera hérna niðri, stelpur. Í þessu búi. Þannig lokum við hér. Einhver líf tínast í svona uppákomum. Nú, ég ætla að ná í þennan ramma sem ég var að tala um. Og þetta er nú bara svona